Já, ull gull og það fólkið í ullarselinu líka. En það einmitt hún Kristín sem ein af stofnendum ullarselsins og lykilstarfsmaður líka. Hún ætlar að segja okkur frá því, meðal annars hvaða peysa þetta og frá starfseminni. Heyrum í henni. Kristín, við erum í gamla fjósinu hérna á Hvanneyri. Þetta ekki fyrsta skipti sem þú hér að starfa. Ég var fjósameistari hérna, eða fjósamaður til að byrja með, svo var ég fjósameistari hérna í 3-4 ár. Já. Í þessu fjósi, akkurat hér. Já. Hérna var Mjaltagryfjan. Við stöndum við Mjaltagryfjuna. Já. Hún hér undir þessu borði. Já. Og Mjaltagryfja, svo útskýrðu það eins, þá voru þið hérna onni og hér komu Kýrnar komu bara hérna innan úr landbúnaðarsafnið sem núna. Já, það sem var landbúnaðarsafnið núna, það var fjósið þá. Já, þar voru þær básum og svo komu þær hingað í Mjaltir. Já, hvernig stóðu því að þú varst fjósameistari? Mjaltameistari? Ég hef ekki bara svo leiðilega við þann sem fyrir var, ég flæmdi hann úr starfi. Nei, ég var búin með bændaskólann og dagaði uppi hérna eða bara, mér leiði svo vel á staðnum að ég fór að vinna hérna. Já, eftir nám. Já. Því að það Landbúnaðarháskólinn sem rak hérna, það fjós, Halldórs fjós. Já, bændaskólinn rak það anga til að Landbúnaðarháskólinn sem var stofnaður. Já. Hvað gerist svo og hvað verður til þess að Ullarselið stofna? Ullarselið stofna 92 og það Jóhanna Pálmadóttir á Akureyri, hún náttúrulega stóð fyrir því og þá hérna var eiginlega tóvinna. Það að spinna og rokk var eiginlega að tínast og bara tóvinna yfirleitt. Þannig að hún og Sveinn Hallgrímsson, sem var skólastjóri, þau ákveða að reyna að endurvekja þetta og þetta var farið út í að vinna, koma þessu á koppinn og þetta hefur verið kennt tóvinna í bændaskólanum síðan. Það ég best veit og við sjáum þá kennslu með Jóhönnu ennþá. Og svo náttúrulega bara voru þeir sem fóru á fyrstu námskeiðin í tófinu, þeim fannst þetta svo gaman að þeir bara fóru að framleiða og þá náttúrulega þarf maður að gera eitthvað við það sem maður framleiðir, þá verður maður að fara að selja og þetta var bara svona pínlítið hot fyrst og við vorum í öðru húsi hérna hinum megin við hlaðið til að byrja með. Já og það eru svona alls ekki 5-6 ár síðan við fluttum hingað, við höfum verið mjög góðri sambúð við Landbúnaðarsafnið og það var hinum megin líka sko. Já, þannig að það hefur fylgst að. Já, þetta svona óvígð sambúð, mjög fer vel. Nú finnst mann eins og sé uppgangur í tófinu og bara prjónarskap yfir höfuð í samfélaginu. Já. En þú segir 92, þið hefur verið dálítið frumkvöðlar á sínu tíma. Já, þetta var hérna og í Þingborg sem var komið á stað. Ég ekki alveg kláraði hvaða ár þó að Þingborg sé í rauninni við hliðina á bænum sem ég ólst upp á. Þá veit ég ekkert alveg hvernig það byrjaði en það var mjög fljótlega eftir þetta allavega sem að því var komið á koppinn og það er mikil áhugi sko. Já. Og maður finnur það bara. Ég alltaf að fá póst, bara þið með námskeið, get ég lært eitthvað, hvað? Þið eru með þessa dásemdar verslun hérna á Hvanneyri við hliðina á landbúnaði, samstarfi við Landbúnaðarsafnið, þannig að fólk hafi mikið að sækja hérna á Hvanneyri. Hvað það annað en að versla sem að fólk getur gert hér? Hér getur fólk geta komið hópar, þeir eru mest bókaðir gegnum Landbúnaðarsafnið og þá einhver frá Landbúnaðarsafninu gjarnan sem að fer í gegnum bara hvað hérna á staðnum og svo hérna í búðina og svo inn á Landbúnaðarsafn þar sem það er bara leiðsögn sko. Já. Og hérna. Þannig að það svona heildstætt bæði ykkar starfsemi og Landbúnaðarsafni. Já, við segjum mjög gjarnan sko þegar fólk kemur hérna að hérna það vill endilega vita hvað kostar inn. Við viljum frekar selja fólki út úr búðinni. en safnið náttúrulega er mjög skemmtilegt sko og svo pínlítið sýning hérna upp á lofti sem við sendum gjarnan fólk á. Já, hvað það? Konur í landbúnaði í 100 ár. Kvenfélagið setti upp fyrir 3 árum held ég, þeir eru bara ekki tímt að taka niður en þeir bara svo gaman að hafa hann upp á lofti. Já, nú búðin alveg sneisa full af fallegum vörum og fjölbreyttum. Mér langaði að spyrja út í peysurnar bak við þig. Þær eru nefnilega dálítið sérstakar og gegna sérstöku hlutverki. Svo kallar borgarfjarðar peysur, það ekki? Jú.
Hvernig komu þær til? Þær komu þannig til að það var til handelsfélag í Borgarnesi, eða þær í kring, sem hét Nokki, og þær fengu Védísi Jónsdóttur frá Melaleiti til þess að hanna fyrir sig peysur sem væru svona tilheyrið borgarfyrirtaldið, og þá gengur þetta aldrei mikið út á veiðiskap. Það er lax og það er rjúpa og það er gæs. Og hún hannaði þessar peysur, og það er 2 týpur á laxinum og 2 af gæsinni og 3 af rjúpunni. Og þetta eru svona flíkur sem eru léttlopa, en við reynum að eiga alla stærðir. Þetta er einu vörurnar sem við erum svona, með í misjöfnum stærðum og eitthvað svona. Hitt er allt meira svona, maður brjónar ekkert rosalega margar eins öllum stærðum bara sem mann dettur í hug. Það er meira svona ein og ein. Hérna er þetta bara lager. Þetta var náttúrulega upphaflega handunnar flíkur frá alla leið, sko, sem við erum með hérna líka. Þetta er allt saman handunnið alla leið, sko, frá því að það er tekið á kindinni. Og svo er náttúrulega bara kúnstin, sko, að þú veist, ullin sem við vinnum úr, handvinnum úr. Fyrsta lagi þá förum við og semjum við bændur, beint, sem við vitum að fara almennilega með ullina og taka af bara lambinu nánast í fjárhúsdýrunum. Og svo tökum við henni og og þvoum hana og gerum hana klára svo annarkvort vinnum við hana bara sjálfar, kempum hana og spinnum hana á rokkin, eða við fáum hana kemta. Við höfum mest fengið kemt í Þingborg og svo vinnum við áfram band og svo prjónum við og græðum og gerum. Og svo standið vaktin og selja.